Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 1. apríl. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna átak gegn heimilisofbeldi dýra. Fyrstur tillöguflytjandi tekur til máls. Nei, ég var að djóka. Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Heimilisofbeldi samfélagsmein. Við þekkjum öll dæmi heimilisofbeldi, við höfum öll heyrt heimilisofbeldi einhvers staðar og við erum öll á móti heimilisofbeldi. Samt það til staðar og það skaðar okkur öll. Það til alls konar tölfræði heimilisofbeldi. Í áskýrslum Kvennaathvarfsins, lögreglunnar og barnaverndar koma fram tölur og upplýsingar sem skipta mjög miklu máli. Samt vitum við að þær tölur sem þarna varða ekkert endilega sömu máli. Það fara ekki sömu brotaþolar í Kvennaathvarfið og tilkynnt til lögreglunnar. Það fara ekki allir brotaþolar í Kvennaathvarfið einu sinni, jafnvel þó að lögreglan komi að málum. Það eru ekki öll mál tilkynnt til barnaverndar, það eru ekki öll barnaverndarmál sem rætin á borð lögreglu og svo framvegis. Við vitum þess vegna og við vitum það svo sem fyrir að tölfræði eitthvað sem þarf að skoða með fyrirvörum, en þegar kemur að heimilisofbeldi þá þarf sérstaklega að hafa varann á. Í fyrsta lagi vegna þess að við vitum að heimilisofbeldi því miður í flestum tilfellum falið innan veggja heimilanna og án vitneskju utanaðkomandi aðila. Þau mál sem að kerfið hefur afskipti af og skráir eru því miður talin vera toppurinn á ísjakanum. Í öðru lagi skilgreining á heimilisofbeldi ekki altæk og það sem ein stofnun skráir sem heimilisofbeldi gerir önnur ekki. Fyrirgefðu forseti, það bergmálar svo brjálæðislega hérna. Eitthvað að hljóðkerfinu? Nei, ekki bara eitthvað í þér? Jæja, ég held þá áfram. Gott. Ég var svo búin að tala það sem ein stofnun skráir sem slíkt gerir önnur stofnun ekki. Í þriðja lagi þá snýst heimilisofbeldi alls ekki afmörkuð tilfelli eða einstaka atburði inn á heimilum. Yfirleitt felst það í kerfisbundnu og langvarandi niðurbroti geranda á brotaþola og það erfitt að segja til hvenær heimilisofbeldi hefst og hvenær það endar. Í fjórða lagi tíðni tilvika svo sem algjört og fullkomið aukaatriði ef við horfum á þetta prinsipielt. Það nefnilega aldrei í lagi að meiða fólk. Heimilisofbeldi þannig alvarlegt og ólíðandi, alveg sama hvort að því beitt af einum eða 1000. Sú tölfræði sem við þó höfum og sú þekking sem segir okkur að þær tölur séu stórkostlegt vanmat á umfangi vandans, segir okkur þó að hér sé grafalvarlegt vandamál að ræða. Ekki bara vegna þess að einstaklingarnir líða sem nóg út af fyrir sig, heldur líka vegna þeirra samfélagslegu áhrifa sem ofbeldið hefur. Heimilisofbeldi hefur í mörgum tilfellum langvarandi skaðleg áhrif á fólk, ekki bara á brotaþolann, sem verður með beinum hætti fyrir ofbeldinu, heldur einnig á aðra fjölskyldumeðlimi ef þeim til að dreifa og jafnvel aðstandendur sem ekki búa inn á heimilinu. Þannig geta foreldrar, vinir og ættingjar brotaþola tekið heimilisofbeldi mjög inn á sig að ekki sé talað börn, hvort sem þau eru ung og búa inn á heimilinum eða fullorðin og flutta heiman. Áhrif heimilisofbeldis snúast ekki bara líkamlega áverka, heldur einnig andlega líðan. Þau hafa áhrif á sjálfsmynd og tækifæri fólks til atvinnuþátttöku, félagsstarfs og almennrar virkni í samfélaginu. Þannig þannig verður að líta á heimilisofbeldi í samfélagslegu samhengi. Það þarf að skoða þjóðhagsleg áhrif ofbeldisins og það þurfa allar stofnanir samfélagsins að vinna saman að því að uppræta heimilisofbeldi. Það umhugsunarefni út af fyrir sig hvað það sem samfélagslega viðurkennt sem áhrifavaldur í samfélaginu og það dálítið fríkað að velta því fyrir sér hvaða þjóðhagslegu áhrif við skoðum og könnum og hvaða áhrif við könnum ekki. Við vitum hver þjóðhagslegur kostnaður af völdum umferðarslysa, það mjög gott. Við reiknum út þjóðhagslegan ávinning af því að flytja flugvelli sem líka mjög gott og mikilvægt. En við reiknum líka út hver áhrif niðurfellinga ríkisstjórnarinnar á skuldir heimilanna eru á sveitarfélögin. Það líka gott. Við þurfum að reikna út fjárhagslega áhrif og þjóðhagslega áhrif þess sem verið að breyta eða stendur til að breyta í samfélaginu.
Einhverra hluta vegna reiknum við samt ekki út þjóðhagsleg áhrif heimilisofbeldis. Og þá segir fólk, já það bara miklu flóknara heldur en hitt. Er það? Það kann vel að vera þessi flókið, en það skal enginn segja mér að það hef ekki verið flókið eða erfitt að búa til forritið sem að spáir fyrir umferð í Reykjavík fram í tímann. Og það er ekkert einfalt að reikna út hagræn áhrif á flugvallarflutningi. Það eru alls konar flóknar breytur sem við höfum í þessu samfélagi sem við reiknum út og það er vel hægt að taka inn í myndina þau áhrif sem að heimilisofbeldið hefur, rétt eins og við getum tekið inn þau áhrif sem að flutningur flugvallarins hefur á samfélagið í heild sinni. Ég kann að vera komin aðeins út fyrir efnið hér en þó ekki. Að uppræta heimilisofbeldi krefst þess að við lítum á það sem raunverulegt viðfangsefni samfélagsins, pólitíkurinnar, efnahagskerfisins, en ekki persónulegt vandamál þeirra sem að fyrir því verða. Það þýðir að við verðum að gera heimilisofbeldi að samsvarandi verkefni og flugvallarflutninga. Umræða okkar hér í dag er skref í þá veru. Þá er komið að tillögunni. Tillagan sem ég tala fyrir hér í dag og vonast til þess að borgarstjórn geti sameinast er svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að beita sér fyrir átaki gegn heimilisofbeldi. Í því skyni verði óskað eftir samstarfi við sveitarfélög og lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu, lögregluskólann, grasrótar og stuðningssamtök til að stuðla að auknu samstarfi, þekkingarmiðlun og bættu verklagi til að taka á þeim heimilisofbeldismálum sem upp koma. Sérstaklega verði horft til þess árangur sem náðst hefur á Suðurnesjum og víða á Norðurlöndum með breyttu og bættu verklagi. Tillagan hljóðaði svo en í greinargerð segir með leyfi forseta: heimilisofbeldi samfélagsmein sem nauðsynlegt að uppræta. Reykjavíkurborg getur lagt sitt af mörkum í samstarfi við aðra þar sem félagsþjónustan, barnavernd og sérfræðingar á mannréttindaskrifstofu hafa þekkingu, úrræði og tæki til að bregðast við og sporna gegn heimilisofbeldi. Með samstilltu átaki allra sem að koma að slíkum málum er hægt að ná miklum árangri og veita brotaþolum og gerendum viðeigandi stuðning og úrræði. Það skapar aftur traust á milli brotaþola og stofnana samfélagsins sem leiðir til þess að fleiri mál eru tilkynnt og úr fleiri málum unnið sem svo aftur leiðir til þess að færri beita ofbeldi enda ljóst að samfélagið líður það ekki heldur tekur á slíkum málum af festu. Tilvitnun lýkur. Verkefnið sem vísað er til í tillögunni frá Suðurnesjum byggir á því sem gert hefur verið bæði í Kanada og á Norðurlöndunum og kallast SARA Project. Þar er virkt samstarf á milli félagsþjónustu sveitarfélagsins og lögreglunar. Félagsráðgjafi kallaður til í öllum heimilisofbeldismálum og lögregla og félagsþjónusta fylgja þeim öllum eftir samkvæmt mjög ákveðnum verklagsreglum. Bæði geranda og þolanda boðin aðstöð og ráðgjöf sem að virðist hafa reynst vel. Austurrísku leiðinni hefur verið beitt í ríkari mæli á Suðurnesjum en annars staðar á landinu en hún felst í því að nýta heimildir lögreglu til þess að fjarlægja ofbeldismenn af heimilum sínum í stað þess sem áður tíðkaðist að brotaþolinn þyrfti að flýja. Það er samdóma álit lögreglu og félagsþjónustu á Suðurnesjum að breytt og bætt verklag sé að skila bæði betri rannsóknum mála hjá lögreglunni og betri þjónustu gagnvart þolendum og gerendum. Það er vel. Í kvennaathvarfinu hefur komum frá Suðurnesjum fækkað mjög eftir að þetta verkefni var sett á laggirnar sem þýðir að konur sem að verða fyrir ofbeldi þar hafa önnur úrræði heldur en að fara í kvennaathvarfið sem í neyðarbrauð. Eins og kemur fram í greinargerðinni markmiðið náttúrulega að draga úr heimilisofbeldi. Það hið endanlega markmið. Til þess að svo geti orðið þarf að eiga sér stað fagleg og traust vinna hins opinbera. Það þurfa að vera skýr og klár úrræði fyrir brotaþola og ráðgjöf fyrir gerendur sem að skapar traust. Traust nauðsyn til þess að fólk geti leitað sér aðstoðar. Þegar traustið hefur skapast, þá verður gerendunum ljóst að ofbeldi verður ekki liðið og þá fyrst má gera ráð fyrir að ofbeldisbrotunum fækki. Forseti, þó að heimilisofbeldi sé ekki viðvarandi viðfangsefni stjórnmálanna og það ætti að vera, þá sprettur umræðan sem betur fer upp öðru hverju. Á undanförnum vikum hafa 2 hugrakkir brotaþolar stigið fram og greint opinberlega frá ofbeldi sem þau hafa orðið fyrir. Samfélagið brást þeim báðum. Þau bjuggu við viðvarandi ofbeldi og ótta langt skeið sem börn. Bæði hafa þau unnið úr sinni reynslu og standað uppi sem sigurvegarar sem hafa skilað ábyrgðinni aftur heim til gerandana.
Samfélagið á eftir á móti margt óunnið og við sem borgarstjórn og samfélag skuldum þeim tveimur og öllum þeim sem hafa orðið fyrir ofbeldi og öllum þeim sem að búa við ofbeldi í dag að við tökum fastar á málum og reynum að koma í veg fyrir að fólk verði fyrir ofbeldi í framtíðinni. Sýnum þeim tveimur og öllum hinum sem að ekki í aðstöðu til þess að tala eða brjótast út úr ofbeldissamböndum þá sjálfsögðu virðingu að bregðast við og gera okkar til að koma í veg fyrir að ofbeldi viðgangist áfram án afskipta og aðstoðar. Fyrsta skrefið af mörgum að samþykkja tillöguna hér í dag sem ég vona að borgarstjórn geti sameinast Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka borgarfulltrúa Sóley Tómasdóttur fyrir þessa góðu tillögu sem hún leggur hér fram átak gegn heimilisofbeldi. Það mjög viðeigandi og í rauninni gott framhald af samþykkt borgarstjórnar frá 19. júní 2012 þegar við samþykktum aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum. Sú aðgerðaráætlun enn í gildi og unnið eftir henni en þær aðgerðir sem lagt til í tillögu borgarfulltrúa Sóleyjar Tómasdóttur, þær geta bæði átt heima innan þeirrar aðgerðaráætlunar sem yrði þá uppfærð og eins í ýmsu verklagi til dæmis velferðarsviðs og stofnana hennar. Við munum leggja til, eða ég legg til að þessi tillaga verði samþykkt og við munum bóka, enda borgarstjórn Reykjavíkur á móti ofbeldi og engin ástæða til þess að ætla en það sé algjörlega þverpólitísk sátt. Heimilisofbeldi mjög mikið mein í samfélaginu, það kynbundið ofbeldi, konur verða fyrir því að stærstum hluta. Þetta mjög algengt vandamál í samfélaginu og við berum sameiginlega ábyrgð á því að reyna að uppræta það og mæta þeim sem að verða fyrir ofbeldinu. Þessu ofbeldi fylgir mikil skömm og konur eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir sagði hér áðan leita sér oft ekki hjálpar en við verðum að lækka þann þröskuld sem fyrir þolendur ofbeldis að geta leitað sér aðstoðar þannig að hægt sé að uppræta vandann. Í tillögunni lagt til að við hefjum betra samstarf við lögregluna eins og gert hefur verið á Suðurnesjum með eftirtektarverðum árangri og það bara mjög jákvætt. Lögreglan þar hefur staðið sig vel í að beita austurrísku leiðinni betur en önnur lögregluembætti og við getum örugglega lært af Suðurnesjum og eins Norðurlöndum og annars staðar þar sem unnið hefur verið. En mest lærum við þó alltaf að grasrótarsamtökum en það sjálfboðasamtök kvenna sem hafa verið algjörir brautryðjendur í því að benda á falið ofbeldi í samfélaginu og áður en Stígamót tóku til starfa þá voru hópar starfandi sem hétu ráðgjafahópur gegn nauðgunum og vinnuhópur gegn sifjaspellum sem opnuðu umræðuna kynferðislegt ofbeldi gegn konum og stofnuðu Stígamót og áður hafði samtökum kvennaathvarf verið stofnuð sem settu á laggirnar kvennaathvarf og fengu síðan stuðning frá borginni. Þannig að það hefur alltaf verið í rauninni grasrótin sem hefur á hverjum tíma fundið vandann og gert hann að sínum og barist fyrir því að stjórnvöld komi að eins og þeim ber. Og það eigum við ætíð að þakka og ef það koma fram nýjar þarfir að mati þessara grasrótarsamtaka nýjar leiðir og nýjar aðgerðir, þá eigum við að mæta því fagnandi og þakka samstarfið. Og í aðgerðaráætluninni gegn kynbundnu ofbeldi sem við samþykktum 2012, þá gerð mjög rík krafa að efla samstarf borgarinnar við grasrótarsamtök, lögreglu og heilsugæslu, bæði varðandi ofbeldi gegn börnum og ofbeldi gegn konum
og áður en við hefjum þetta samstarf þá þyrftum við og borgarráð sem fær þessa tillögu til umfjöllunar að kalla eftir því hvernig þetta samráð hefur gengið hingað til, því að þannig kannski vitum við þá hvernig við að byggja framtíðarsamráðið. En þetta bara góð tillaga og ég legg til að hún verði samþykkt og það verði bókað í lokin og ég skal bara lesa það bókun upp á eftir. Takk. Þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég bara þakka fyrir þessa ágætu tillögu og það tækifæri að fá að koma og ræða mikilvægi þess að sporna gegn ofbeldi, gegn heimilisofbeldi og ég tel að bara það að skapa vettvang til þess að ræða ofbeldi sé í sjálfu sér aðgerð gegn ofbeldi og kannski þetta svona með mikilvægari umræðu, ekki bara hér heldur í öllum heiminum og öllu mannlegu samfélagi í dag. Okkur verða alltaf betur ljósir gallar ofbeldis og afleiðingar ofbeldis og að úrbóta þörf en náttúrulega ofbeldi náttúrulega manneskjunni í blóð borið. Þetta svona hluti af eðli okkar. Það held ég að fara ekki fram hjá neinum að það ofbeldi einhvern veginn í mannlegu eðli og það tengist bara sjálfbjargarhvöt okkar og líka greind. Manneskjan mér skilst rétt að þá manneskjan bara ein af tveimur dýrategundum í heiminum sem beitir ofbeldi gegn tilefnislausu ofbeldi gegn einstaklingum af sinni eigin tegund. Og ég held að hitt sé simpansar, mér minnir það. Og ofbeldi svona í gegnum mannkynssöguna hefur náttúrulega verið ákveðin leið til þess að leysa ágreining, leysa vandamál og til þess að komast af. Í gamla daga þegar einhverjir hópar fólks voru í miklum erfiðleikum, áttu ekki mat og voru kannski á vergangi og bara vissi ekkert hvað átti að gera, þá var oft mjög gott ráð bara ráðast á einhvern annan sem var kannski búinn að smíða hús og átti búinn að stafla fullt af mat og bara með því að ráðast á einhvern annan hóp og með ofbeldi að þá var hægt að tryggja afkomu sína.
og en í dag síðan höfum við náttúrulega verið að þróa aðrar leiðir til þess að útkljá ágreining og aðrar en ofbeldi og til dæmis tjáskipti með tungumáli og svona með skýrara regluverki heim allan að þá hefur verið komið í veg fyrir ofbeldi og oft til dæmis bara með því hreinlega að banna það og að það séu viðurlög við því að beita ofbeldi og ég myndi segja að Ísland eða íslensk menning væri að því að við erum náttúrulega ofta að fást hérna við svona vandamál sem eiga sér djúpar menningarlega rætur eða menningarsögulega rætur og mér finnst mjög mikilvægt að skoða málin þá í svona sögulegu samhengi eða í samhengi og nú hefur íslenskt samfélag verið mjög ofbeldis sinnað og við höfum meira að segja í íslenskum kúltúr jafnvel svolítið litið upp til ofbeldis sem svona oft nauðsynlegrar leiðar til þess að útkljá vandamál og komast af og þetta í rauninni hefur alltaf verið hluti af íslensku samfélagi að hefja ofbeldi svolítið upp. Íslendingasögur til dæmis eru mjög gjarnan óður til ofbeldismanna, menn sem að fara með ofbeldi og síðan hefur ofbeldi og þá meira að segja bara líkamlegt ofbeldi eins og barsmíðar mjög gjarnan verið settar í eða baðar í einhverjum svona stjörnuljóma eða sem einhver svona göfuglindi oft eða einhver svona hetjumóður og ég man eftir því fyrir mörgum árum síðan þá gerðist þá sjómannadaginn, ég held að það hafi verið 80 eitthvað og ég man eftir þessu úr blöðunum að þá var maður sem var mikilsmetinn maður í samfélaginu sem kýldi annan mann á kjaftinn á sjómannadaginn fyrir framan börn og þegar hann var spurður að þessu af hverju varst að kýla manninn á kjaftinn og þá sagði hann ég var nú bara heilsónum að sjómanna sið og þetta þótti mörgum rosalega fyndið og sniðugt og þetta hefur líka svolítið svona ofbeldismenningin eða þetta að nota ofbeldi hefur mjög gjarnan verið tengt svona karllægum viðhorfum og það náttúrulega í grunninn það sem að ofbeldi það mjög karllægt og maður getur haft einhverjar skoðanir á því og maður getur bent á einhverjar konur sem að hafa sýnt af sér ofbeldi en í grunninn ofbeldi mjög karllægt fyrirbæri og ofbeldi hefur í gegnum mannkynssöguna kannski haft tvíþættan tilgang yfirráð yfir landi og kynlíf og öllu jöfnu yfirleitt drifið áfram af karlmönnum og ef maður skoðar sögu til dæmis frægra ofbeldismanna þá
þá eru það yfirleitt karlar. Og já, ef við tökum sem dæmi Gengis Khan til dæmi, sem nú einhver frægasti ofbeldismaður sögunar, og Gengis Khan var líka kynlífsfíkill, og allt til nasistana. Nasista foringjarnir Hitler og félagar, þetta var allt náttúrulega megninu til karlar. En nú sko umburðarlyndi gagnvart ofbeldi fer alltaf minnkandi og ég til dæmis, ég gæti ekki til dæmis í dag komist upp með það ef það væri einhver lunda í mér á sjómannadaginn og það væri einhver maður kannski eitthvað að tala við mig eða röfla eitthvað í mér út af einhverjum gámum eða einhverju svona, að ég myndi kýla hann bara, sem sagt ég myndi bara kýla hann á kjaftinn og til að láta hann hætta að tala við mig, og síðan þegar fjölmiðlar myndu koma og spurja mig af hverju varst að kýla hann, þá myndi ég segja ég var nú bara heilsónum að sjómannasið, og svo myndu allir hlæja þessu og gleyma þessu. Þetta eru breyttir tímar og það myndu fylgja þessu allt aðrar afleiðingar í dag. Og ég yrði handtekinn mjög líklega, en við erum, og það mjög ríkur vilji til þess í samfélaginu að reyna allt sem við getum til þess að útrýma ofbeldi, og það er engin útópía, það er ekkert óraunhæft, við getum útrýmt ofbeldi. Og við getum dregið úr ofbeldi, við getum einbeitt okkur að einhverjum ákveðnum tegundum ofbeldis og samþykkt einhverjar aðgerðir, bæði til þess að koma aðgerðum í framkvæmd, en líka til þess að skapa umræðu og auka meðvitund fólks gagnvart ofbeldi. Og ég tel að ég einn af þeim sem trúi því að það sé hægt að útrýma ofbeldi og það komi að því að ofbeldi verði útrýmt úr mannlegu samfélagi og muni heyra til undantekninga. Og mörgum finnst það ótrúverðugt, ólíklegt, en við höfum til dæmis útrýmt bara hér úr Reykjavík þar síðustu öld og þar síðustu aldamót. Það voru víða hrákadallar í Reykjavík og þótti bara alveg sjálfsagt að fólk hefði dall til að hræki, og það var farið í aðgerðir í því að útrýma þessu, vegna þess að afleiðingar hrákadalla voru ömurlegar, vegna þess að það gerjaðist í þessu alls konar bakteríur og drulla, mikill sóðaskapur af þessu. Og síðan fyrir einhverju síðan þá var farið í það að koma á reykingabanni sem bannaði reykingar inn á veitingastöðum. Mörgum fannst þetta algjörlega fáránlegt, þetta myndi aldrei takast, það myndi aldrei neinn sætta sig við þetta til lengdar, nú þykir þetta bara sjálfsagt. Og fólki finnst bara allt í lagi að fara og hella sig á auga fullt á þess að drekka neitt. En það sem að mér finnst svo mikilvægt í þessari umræðu og þessari umræðu ofbeldi, og eins og borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir benti hér á áðan, að þá hafa konur verið leiðandi í umræðum ofbeldi, vegna þess að það jú þannig að þar sem að ofbeldi frekar karllægt fyrirbæri, að þá eru fórnarlömbin oftast en ekki konur, og yfirleitt konur og börn. Og þess vegna það mjög eðlilegt að konur hafi verið leiðandi í því að berjast gegn ofbeldi og uppræta þessa ógn sem ofbeldi og þegar við komum til dæmis, við erum að ræða hér sérstaklega heimilisofbeldi og aðgerðir gegn heimilisofbeldi, að þá eru karlar stærstu hlutu geranda í heimilisofbeldi eru karlar, og
þó að megi finna einhverjar konur sem hafa sýnt að sér ofbeldi, þá eru konur almennt, og það byggi ég á því sem að ég hef lesið og líka það sem að ég hef kynnst, þá eru konur svona almennt frekar skeptískar á ofbeldi. En mér finnst svo mikilvægt, og það er líka bara sko ástæðan fyrir því að ég kem upp hér og ég reyni að koma upp þegar að tækifæri gefst til þess að ræða ofbeldi og nauðsyn þess að taka höndum saman að útrýma ofbeldi, vegna þess að mér finnst vanta að karlmenn séu gerendur í umræðum ofbeldi. Og ég myndi vilja sjá miklu fleiri karla ræða ofbeldi og mikilvægi þess að útrýma því. En að það sé ekki bara að umræðan sé ekki áfram og alltaf drifin áfram af konum að megninu til, það er bara þannig. Það eru konur að megninu til sem að halda uppi umræðu ofbeldi og hinar ýmsustu tegundur af ofbeldi. Og því að lausnin á vandamálinu liggur náttúrulega hjá karlmönnum í aukinni meðvitund karlmanna það að ofbeldi er ekki laust og við getum sem sagt fallist á það að ofbeldi sem sagt sé ákveðin lausn í bíómyndum og ef það eru til dæmis einhverjir sem eru leiðinlegir við einhvern í bíómyndum að þá í bíómyndum sem sagt sé hægt að berja þá eða bara hreinlega að drepa þá og þá hætti þeir að vera leiðinlegir, en í raunveruleikanum gilda önnur lögmál og það er mjög mikilvægt að karlmenn séu virkir í þessari umræðu og ég skora á karlmenn að koma upp, ræða ofbeldi og leggja baráttunni gegn ofbeldi lið á virkan hátt, vegna þess að þetta er eitthvað sem að gagnast okkur öllum og öllu mannlegu samfélagi. Mér langar líka bara að nota hérna tækifærið til þess að vekja athygli til dæmis á einum góðum útvarpsþætti ofbeldi, mjög vönduðum og góðum þætti. Það eru bandarískir útvarpsþættir og þetta er hægt að fá þetta á podcasti, þættir sem heita Radiolab og eru með betri útvarpsþáttum í heiminum og þar er einn þáttur sérstaklega tilengaður ofbeldi, mannlegu ofbeldi og ofbeldi hjá prímötum eins og simpönsum og bavíönum og rætt við ýmsa spekinga og vísindamenn ofbeldi, eðli ofbeldis og aðgerðir til þess að stemma stigu við ofbeldi og ég hef nú áður bent á þessa þætti hér og þessi tiltekni þáttur heitir New Baboon eða Nýi bavíaninn og er afspyrnu góður og upplýsandi og hugvekjandi þáttur og þá ætla ég ekki að hafa fleiri orð þetta. Ég fagna þessari tillögu og legg til að hún verði samþykkt. Takk fyrir. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti og kæru borgarfulltrúar, mér langar nú að byrja því að þakka kærlega fyrir þessa umræðu og borgarfulltrúar Sóley Tómasdóttur fyrir að hefja hana. Hún er auðvitað afar mikilvæg og það þarf enginn að efast það og ég meina auðvitað þurfum við að gera okkar besta til að stemma stigu við ofbeldi. Það fór fram mikil kynning á ofbeldi, orsökum þess og afleiðingum og dæmi hvernig við getum gert svo miklu betur.
fram núna hjá mörgum voru fyrir svona ári síðan í aðdraganda þingkosningana. Það var mjög mikið umræður og kynningar á þessu og þar mikið tillögur sem við ættum að skoða og reyna auðvitað að þræða inn í öll fagráðin. En tillagan sem að liggur fyrir bara góð og gild og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins munum að sjálfsögðu samþykkja hana. Við viljum hins vegar leggja til viðbótartillögu og hún tilkomin vegna þess að okkur finnst að það þurfa að taka sérstaklega tillit til minnihlutahópa og þar horfum við meðal annars til fatlaðra kvenna. En rannsóknir sýna að þær eru miklu líklegri en aðrir hópar þess að verða fyrir ofbeldi og það er áætlað að rannsóknir hafa sýnt að 3/4 þeirra verður fyrir annarkvort kynferðislegu eða líkamlegu ofbeldi. Auðvitað á þetta við aðra minnihlutahópa og við munum leggja sérst fram viðbótartillögu sem fjallar þá að við tökum sérstaklega tillit eða beinum sjónum okkar sérstaklega að þeim í þessu átaki sem að þá fer fram eftir að borgarráð hefur fjallað þetta. Vegna þess að þar þarf allt aðra nálgun heldur en almennt hefur gerst. Þetta ekki hópar sem endilega koma og sækja sér þá þjónustu sem nú í boði. Við þurfum að vera með miklu öflugra og virkara eftirlit því að það er þannig að konur úr þessum hópi til dæmis, þær sitja miklu lengur í vonlausum aðstæðum vegna þess að til dæmis hafa hvorki greind né þroska til þess að átta sig á að það algjörlega verið að misnota þeir. Og þess vegna verðum við að styrkja eftirlitið með þessum einstaklingum. Hér tölum við sérstaklega konur, þetta á auðvitað við líka bara karla. En að því rannsóknin sýna svo skýrt og svo sláandi hversu mikið ofbeldi gegn þessum hópi, þá verðum við að fara að fjalla sérstaklega því hvernig við ætlum að mæta honum. Og þetta auðvitað verið skoðað og margt af því sem við erum auðvitað að skoða og meðal annars hefur verið stefna okkar í Sjálfstæðisflokknum auðvitað að það fólk fái meira að velja. Við verðum að gefa færa fólki valdið til þess að velja þjónustu og þjónustu aðila í miklu meira mæli. Við verðum að hafa miklu meira eftirlit inn á stofnunum, inn á alls konar heimilum þar sem fólk þarf að fylgja reglum og svolítið búið að setja sjálfræði sitt í hendurnar á einhverjum opinberum reglum. Þetta kallar á aðstæður sem geta bara verið mjög slæmar og þess vegna miklu betra að fólk hafi valið að lifa sjálfstæðara lífi og þetta viljum við auðvitað vinna meira að og teljum að sé algjör framtíðarsýn sem við eigum að fylgja. Og það þarf auðvitað að auka alls konar ráðgjöf til þroskaheftra, til dæmis sem eru svona kannski hópur sem stendur veikast og náttúrulega erfiðast með að skilja hvað í gangi í kringum sig. Þannig að það var nú síðast bara á sunnudaginn sem að koma máli við með kona sem á fatlaða dóttur sem situr núna í sambúð með manni sem að viðkomandi telur algjörlega óhæfur til að vera í sambúð með. Meðal annars maðurinn að í raun og veru að ráðstafa fé sem hún á og það einhvern veginn ekkert að ganga inn í þetta mál. Þannig að við bara horfum á eins og einhver svona þáttakendur og getum ekki hjálpað konunni. Svo auðvitað spurning, hvenær gengið yfir línuna, hvenær má konan velja þetta sjálf, hvenær hún að velja þetta sjálf. Þetta auðvitað allt eitthvað sem þarf að skoða og algjörlega nauðsynlegt að við förum að ræða. Og svo þau auðvitað öll þessi gráu svæði og það til dæmis hvenær þegar einstaklingur verið fullorðinn við 18 ára aldur, hvað þýðir það? Hversu lengi mega foreldrarnir til dæmis vera algjörlega að sjá þann einstakling og hafa vit fyrir honum eins og bara þeim hentar? Hvenær erum við komin út á mörki, bara út
brá þetta gráa svæði eða jafnvel dökkgráa svæði vegna þess að við erum auðvitað með eitthvað regluverki sem hefur bara ekkert, það er ekkert í framkvæmd. Það eru talsmenn, það eru réttindagæslumenn, þeir eru auðvitað að benda okkur á alls konar brotin dæmi. Við erum ekki að standa okkur sem skyldi og við verðum auðvitað að gera miklu betur. Þannig að við þurfum að fara að hraða í rauninni breytingunum á þjónustunni þannig að við getum fara að mæta fleiru með sjálfstæðari búsetu, sjálfstæðara líf í alla staði. Við verðum að hafa eftirlitið miklu virkara og það breytist auðvitað leið og fólkið hefur valdið til að velja þann sem þjónustar þau og svo framvegis. En við þurfum líka að fara að fjalla hvernig við ætlum að meðhöndla fólk sem við teljum að sitja í aðstæðum sem eru ofbeldisaðstæður án þess að það biðji hjálp. Hvenær ætlum við að ganga inn í? Og þetta er sérstaklega mikilvægt þegar þroskaskerðingur að ræða en auðvitað á þetta við alla minnihlutahópa. Ég ætla bara lesa tillögun upp á eftir. Eða ekki? Það við eitthvað til. Já. Er ég aðeins að breyta? Okay. Þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu. Einnig lokið við það að tilkynna viðbótartillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Forseti vill fá leyfi fundarins til að taka hann á dagskrá. Eftir. Já. Ok, heyrðu, við bara hengurum með það þangað til að viðaukartillögan er að fullu tilbúin, en þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil fá að þakka tillöguflytjanda fyrir frumkvæðið að þessu máli og taka undir með öðrum sem hér hafa talað, bæði formanni velferðarráðs og borgarstjóra sérstaklega, en líka borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur. Ég held að þetta sé góð viðbót og undirstrika mikilvægi málaflokksins. Ég hugsa að það þurfi ekki, en það má þó minna sig á það og okkur að þetta eru auðvitað algengasta tegund ofbeldis og ef ofbeldi á þessum skala sem að margar rannsóknir sýna að fer fram inn á heimilum, færi fram á götum úti, að þá væru viðbrögðin sterkari, harðari og væru líklega komin fram miklu fyrr. Það er ekki fyrir á síðustu áratugum sem að í raun þögnin hefur verið rofin og það er hárrétt hjá borgarstjóra að það hefur verið að miklu leyti fyrir tilstuðlan kvenna og kvennaframboði hér í borgarstjórn og kvennalistin og Alþingi setti þessi mál á rækilega dagskrá pólitískt og margir grasrótarhópar og önnur samtök hafa haldið þessu merki á lofti og gera enn og fyrir það eigum að vera þakklátt og þess vegna finnst mér sérstaklega mikilvægt sem fram kemur í tillögunni að grasrótarhópar og stuðningssamtök sem að starfa í þessum málaflokki verið kölluð til. En þarna hafa líka opinberir aðilar eins og borgin en ekki síður lögreglan mjög mikilvægur hlutverki að gegna og það skiptir mjög miklu máli að verklagið sé samræmt, að það sé unnið í raun í takt við alvarleika þessara mála. Og mér finnst ekkert nema jákvætt að borgarstjórn undirstriki þá samstöðu sem ríkir hér í salnum þessa hluti og í raun seti markmið á það að vera leiðandi og í fararbroddi í góðum vinnubrögðum á þessu sviði. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil nú aðeins bara fá að bregðast við þessari viðbótartillögu frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og þeim umræðum sem að þeir brydda upp á í þessu samhengi. Það er algjörlega sjálfsagt og eðlilegt að við aðlögum þessa tillögu þannig að allir borgarfulltrúar geti unnið sáttar við sitt og samþykkt hana. Auðvitað er mikilvægt að við leggjum sérstaka áherslu á minnihlutahópa
En ég held að samþykkt tillögunar óbreytt, ég er ekki að segja að ég mun ekki samþykkja viðbótar tillögu með borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, en tillagan sem slík, eins og hún er núna, hún mun leiða sjálfkrafa af sér, ef að vel er að verki staðið, að bætt samstarf þeirra faghópa sem að koma að ofbeldismálum mun leiða til þess að allir verði betur upplýstir stöðu þeirra kvenna sem að verða fyrir ofbeldi og þeirra einstaklinga sem verða fyrir ofbeldi, vissulega eru það líka karlar og börn, drengir og stúlkur, að það mun leiða af sér bætta þjónustu fyrir alla þá minnihlutahópa sem að tilteknir voru í, eða sem að eru meira útsettir fyrir ofbeldi heldur en aðrir. Það sem borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir talaði er það sem kallast margföldunaráhrif minnihlutabreita, þjált og skemmtilegt hugtak, en mjög mikilvægt. Það skiptir máli að við beinum sjónum okkar að fötluðum konum og það hefur orðið mjög mikil vitundavakning eins og borgarfulltrúin talaði hér áðan, þegar við kemur meðferð þeirra mála og það hversu dulið ofbeldið gagnvart fötluðum konum og fötluðum einstaklingum. Það líka mjög alvarlegt hvernig innflytjendakonur, eða sú staða sem að innflytjendakonur eru í, og þær eru oft líka miklu lengur inn í ofbeldissamböndum heldur en íslenskar konur og ófatlaðar, vegna þess að þær hafa ekkert félagslegt net sem að hjálpar þeim út úr þessum samböndum. Þá getur maður velt fyrir sér hvernig fötluð innflytjendakona hefði það, sem ekki hefur greind eða þroska eins og borgarfulltrúin orðaði það til þess að átta sig á stöðunni og ekki net til þess að hjálpa viðkomandi að átta sig á stöðunni, þannig að viðkomandi kæmist enn síður út. Að ég tali nú ekki ef að konan væri bæði andlega og líkamlega fötluð, og hún tilheyrði öðrum trúarbrögðum og væri jafnvel lesbísk í þokkabót. Það er þannig að eftir því sem að minnihlutabreytunum fjölgar, minnihlutahópunum fjölgar sem við tilheyrum, þeim mun verr erum við stödd í þessu samfélagi og það er náttúrulega ömurlegt. Það er svona mikilvægt að við séum með mannréttindastefnu, og ég ætla nú aðeins að fara út fyrir efnið hér, að við séum með mannréttindastefnu sem tekur á ólíkum þáttum og þessum ólíku minnihlutahópum sem við erum í, og ég velti því fyrir mér hvort að ekki sé að verða tímabært að við endurskoðum stefnuna með tilliti til þeirrar þekkingar sem hefur skapast frá því að stefnan var skrifuð og samþykkt á þessum margföldunaráhrifum, á því hvernig þessi áhrif eru að fléttast saman og hvernig maður tekur á því, bara að við séum bæði meðvituð það og að við bætum þekkinguna á því hvernig við tökum á þessu. Ég vil líka segja að því að borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson kom inn á það hérna með grasrótarhópana, þá vil ég bara segja að við værum ekkert að ræða þessi mál hér ef ekki væri fyrir tilstuðlan ógeðslega kjarkaðra, hugrakra og öfgafullra kvenna sem voru ásakaðar að finna upp á ofbeldi, ásaka kalla eitthvað sem væri ekki til, það var þannig. Það voru konur sem voru ásaka kalla alls konar vondar hluti og það var allt upplogið þegar að þessi samtök voru stofnuð. Þegar samtökum kvennaathvarf var stofnað og þegar samtökum Stígamót voru stofnuð, að þá voru þetta vondar, bitrar konur sem voru ásaka kalla ljóta hluti. Þannig var orðræðan og þær þurftu að mæta alveg skelfilegu mótbyr í þeirri vinnu sem að þær unnu fyrir okkur hin, og það er alveg ótrúlegt að á ekki nema örfáum áratugum skulum við vera komin hingað í borgarstjórn Reykjavíkur þar sem að 15 borgarfulltrúar úr öllum áttum samþykkja samhljóða að fara í átak gegn heimilisofbeldi. Það var ekki viðurkennt, tilvist þess var ekki viðurkennt fyrir örfáum áratugum. Og þetta getum við þakkað bara þessum kjörkuðu konum sem að þorðu að stíga fram og stofna með sér samtök og vinna gegn þessu og vinna gegn almenningsálitinu, og við eigum alltaf að taka mark á hópum sem að rísa upp, sem að eru kannski þykja pínulítið öfgafullir og eru að segja okkur hluti sem að við eigum erfitt með að trúa, vegna þess að það hefur reynst okkur vel. Við eigum ekki að dæma fólk sem að segir okkur óþægilega hluti, heldur eigum við að vera tilbúin til þess að horfast í augu við og taka á þeim málum sem að þarf. Og ég held að við séum að gera það með samþykkt þessari tillögu. Ég vona að það verði frekari umræður hér. Mér sýnist mælendaskránin vera bara lengjast ef eitthvað og ég hlakka til að halda áfram að taka þátt í því. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá.
forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég heyrði það á máli borgarfulltrúar Áslaugar Friðriksdóttur að henni umhugað ofbeldi sem að fatlað fólk verður fyrir og það vissulega ástæða til þess að hafa áhyggjur af því. Nýlega rannsóknir hafa sýnt að þeir verða meira fyrir barðinu á ofbeldismönnum en aðrir og það mjög slæmt. Og þess vegna langaði mig til þess að segja frá því að velferðarráð samþykkti 16. janúar síðastliðinn viðbótarstyrk til Stígamóta upp á 2 milljónir á þessu ári bara til þess að sinna fötluðu fólki og vegna þjónustu við fatlað fólk. Og Stígamót réð nýlega til sín sérstakan ráðgjafa til þess að sinna fötluðu fólki. Þannig að það sem betur fer vakning í samfélaginu víðar mikilvægi þess að berjast gegn ofbeldi á öllum sviðum. Það rétt sem borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir segir að þessi tillaga í sjálfu sér gegn öllu ofbeldi, gegn heimilisofbeldi, sama hverjir verða fyrir því. Og viðbótartillagan hins vegar áréttar mikilvægi þess að horfa til fatlaðs fólks. En hvað sem við gerum með það, sjáum við til þegar við heyrum hana, þá finnst mér skipta miklu máli að það sem við bókum sé almennt gegn ofbeldi. Við eigum ekki að hafa umburðarlyndi gagnvart ofbeldi því að það á sér ekki stað og mér fannst borgarstjóri Jón Gnarr taka mjög vel á því í sinni ræðu hvaða skiptir miklu máli, hvaða skilaboð við fáum héðan. Þannig að við ekki bara samþykkja einhver eina tillögu og gera svo aðgerðaráætlun eins og við gerðum 2012. Þetta bara viðvarandi verkefni sem við eigum alltaf að berjast því að samfélagi verður betra því minna sem ofbeldið er. Og þannig líður borgarbúum betur og það okkar verkefni að hlúa þannig að samfélaginu að borgarbúar fái notið sín og þeir gera það ekki sæta þeir ofbeldi. En þannig að mér finnst það bara, ég vil bara vera jákvæð gagnvart viðbótartillögum en gefa samt mjög skilaboð það að við virðum ekki ofbeldi, við þolum það ekki og en tölum samt ekki eins og við höfum ekki verið að gera eitthvað því að það mjög margt búið að vera að gerast og síðast í janúar vorum við einmitt að samþykkja viðbótarstyrk til Stígamóta vegna þjónustu við fatlað fólk. Þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vildi nú bara koma aftur upp til þess að ljá þessari ágætu umræðu lið, eða meira lið og varðandi heimilisofbeldið að það hefur nú komið fram hér í máli þeirra sem hafa talað að almennrar meðvitundar sé þörf og það sé svona, hvað maður að segja, félagslegt net og sérstaklega verður skortur á því augljós þegar er að ræða minnihlutahópa eins og konur af erlendum uppruna eða fatlaða. Og þess vegna svo mikilvægt að hafa virka umræðu þessi mál vegna þess að umræðan og orðin skapa meðvitund og það svolítið eins og að varpa ljósi á skúmaskot. Það svolítið þannig að þegar maður varpar ljósi á skúmaskota þá það ekki lengur skúmaskot. Þá verður það bara bjart rými og því miður að þá eru heimilin oft skúmaskot fyrir ofbeldi og það sem ofbeldi líðst
í ákveðnu leyni og við þekkjum öll stereótypuna úr sjónvarpi og bókmenntum börðu konuna sem með glóðarauga. Allir vita að maðurinn hennar lemur hana en hún viðurkennir það aldrei og segist hafa dottið á ótrúlegustu hluti. Og þetta leiðir svolítið alltaf þegar ég fer að ræða ofbeldið, þar að segja að því að ég sé náttúrulega bara ofbeldið sem hluta af mannlegri náttúru en eitthvað sem að við þurfum að taka ábyrgð á og ná stjórn á og þá sérstaklega við karlmenn. Að þá líka sko þessi menningarlegu leyfi á ofbeldi og sem eru höfð fyrir krökkum og maður sér svolítið sko þróunina til dæmis á barnaefni í sjónvarpi að sko þá hefur verið svolítið svona að því að ég var náttúrulega einu sinni barn og ég var fullt af börnum og bæði strákum og stelpum og þannig að maður hefur horft á alveg gríðarlega mikið magn af barnaefni en það var svolítið þannig að svona stráka barnaefni, það var svona ofbeldistrifnara og allt frá því að kýla á kjaftinn sem alveg mjög víða, mjög svona accepteruð hreyfing, það að segja kreppa hnefann á sér og dengjónum af afli í andlitið á einhverjum og það einhvern veginn leysi ákveðin vandamál og það einhvern veginn hreyfir hluti til og eða þó að sé ekki nema bara til þess að sá sem að fær hnefann, hann fá einhvers konar makleg málagjöld og hugsi sig tvisvar áður en hann gerir eitthvað aftur. Og síðan alveg upp í það að drepa einhvern sem með óþægindi eða leiðindi, þá oft með einhverju eggvopni eða skotvopni. Og ég verður svolítið hugsi yfir þessari þróun sko á ofbeldis aðferðinni í barnaefni og einhver myndi segja kannski að ég væri komin út fyrir efnið en það alls ekki vegna þess að hvar þetta efni? Jú, það inn á heimilum. Þannig að þetta tel ég vera hluta af heimilisofbeldi. Flest sjónvarpstæki eru inn á heimilum og en þróunin hefur verið svolítið þannig að ofbeldisaðferðin, það að segja henni lausnarmiðuð aðferð ofbeldis, hún meira líka færast yfir á stelpur. Mér finnst ég vera að sjá það meira og meira í svona sjónvarpsþáttaefni sem hugsað fyrir stelpur eða bæði kyn, að þar eru stelpur oft líka orðnar meiri gerendur í ofbeldi og mér finnst það svolítið vafasöm þróun í staðinn fyrir að við vinnum að því að útrýma ofbeldi að sem sagt að gera konur jafn liðtakar í því og karla en þetta náttúrulega bara eiginlega sko á hverjum einasta degi sem við sjáum eitthvað svona í sjónvarpi þar sem verið að nota ofbeldi sem lausnaraðferð og það líka mjög mikilvægt að það sé meðvitund það og umræða við krakka að þetta sé
eitthvað sem að líðist innan þessa ákveðna ramma, það er að segja einhverjum sjónvarpsheimi eða tala nú ekki tölvuleiki. Það hefur mikið verið rætt tölvuleiki og tengsl tölvuleikja við félagslega hegðun og það er svo mikilvægt að það sé umræða það að þessi hegðun hún sé bara ásættanleg þarna. Hún sé bara ásættanleg, sem sagt Batman, hann má kýla eitthvað vegna þess að hann er Batman og hann er ekki til og hann er í rauninni ekki að meiða neinn, en þú mátt ekki gera eins og Batman vegna þess að það er allt annað. Og vegna þess að ef það er ekki umræða það og útskýring að þá geta margir alist upp í því að telja að þetta sé eitthvað sem að megi og það að útskýra fyrir börnum að þetta sé eitthvað sem ekki megi er alls ekki ógjörningur. Við til dæmis sjáum bara eins og íþróttir til dæmis. Það er ýmislegt sem líðst í íþróttum og nú var mikil umræða hérna daginn þegar að Gunnar Nílsson var að keppa hérna í bardaga og öll þjóðin eða hálf þjóðin eða eitthvað var límd við skjáinn til þess að styðja sinn mann og síðan voru margir sem að sátu svolítið spyrjandi eftir þetta og margir höfðu meira að segja líka dregið krakkana sína að skjánum til þess að fylgjast með þessu og mjög athyglisverðar umræður sem spunnust einmitt eftir það. Hvaða skilaboð er þetta að senda? Er hann góð fyrirmynd til dæmis? Og ég ætla ekki að tjá mig það en sko, og það var svo mikilvægt einmitt að hafa vitræna og skýra útskýringu og umræðu þessar hluti að þetta tilheyri einhverju ákveðnu konsepti sem heiti eitthvað og til dæmis bara eins og fótbolti, ég meina margir þekkja fótbolta og hafa gaman af því og þar til dæmis gerir maður eitthvað sem er eins og að tækla og fella og svona en maður getur gert það þegar maður í fótbolta og undir þeim formerkjum en maður má ekki gera það á skólalóðinni sem sagt við krakka sem að koma í eða fara úr skólanum vegna þess að það er ekki fótbolti og mér finnst svo mikilvægt að það sé mjög skýr skilaboð og virk umræða þetta og þá legg ég áherslu á það sem ég var sem ég var að segja áðan að hún þarf svolítið mikið að koma frá karlmönnum. Karlmenn þurfa að vera áberandi virkir og sýnilegir í þessari umræðu vegna þess að þetta er svo karllægt og ef að karlar þegja strákar kannski læra eitthvað eða sjá eitthvað einhver ákveðna ofbeldisaðferð sem er velta fyrir sér að nota og ef að það eru aðallega konur sem að segja þeim að þetta sé ekki sniðugt og svo framvegis og þeir ættu að láta þetta vera, þá hefur það ákveðin áhrif en það hefur náttúrulega miklu meiri áhrif ef að karlmenn eldri karlmenn segja við á að þetta sé rangt. Þeir fá þeir sömu skilaboð frá karlmönnum en á meðan að þeir þegja þá er það oft eins og samþykki og er ekki sagt að þögn sé sama og samþykki. Þannig að með því að þegja yfir ofbeldi að þá er maður oft á sama tíma að samþykja það og það megum við ekki gera. Takk fyrir. Nú hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Það er ekki fleiri nöfn hérna á mælendaskrá. Jú, borgarfulltrúi Sóli Tómasdóttir oft óska eftir því að komast á mælendaskrá. Nei, það hefur komið fram hérna að viðbótartillagan að fulltrúa Sjálfstæðisflokksins eftir að koma upp og bjóða þær að gera það. Jú. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óskað eftir því að koma hingað upp og lesa upp endanlegu viðbótartillögu þeirra fulltrúa í Sjálfstæðisflokknum. Forseti og kæru borgarfulltrúar, viðbótartillagan hljóðar þá svo.
Lagt til að sérstaklega verði skoðað hvernig koma verði til móts við ofbeldi gegn þeim sem tilheyra minnihlutahópum. Sérstaklega verði sjónum beint að fötluðum konum og konum af erlendum uppruna, en það var rannsóknir sýnt að ekki örugglega með rétta útgáfu. Lagt til að sérstaklega, ég ætla að byrja aftur með leyfi forseta. Lagt til að sérstaklega verði skoðað hvernig koma verði til móts við ofbeldi gegn þeim sem tilheyra minnihlutahópum. Sérstaklega verði sjónum beint að fötluðum konum og konum af erlendum uppruna, en það var rannsóknir sýnt að þriðjungur fatlaðra kvenna verður fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi og stór hluti kvenna sem kom í kvennaathvarfið eru af erlendum uppruna. Lagt til að sérstaklega verði skoðað hvernig best að aðstoða þennan hóp og aðra hópa sem veikast standa, en ljóst að nálgast verður þær lausnir með öðrum hætti en almennt gerist. Þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu, einnig lokið við það að lesa upp viðaukartillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Forseti vill óska eftir leyfi fundar að taka hana á dagskrá. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það að taka viðaukartillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins á dagskrá gefa merki. Það telst samþykkt. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka fyrir góða umræðu. Ég tek undir þessa viðaukartillögu Sjálfstæðisflokksins og legg til að við samþykkjum hana ásamt þessari tillögu sem við höfum lagt fram. Ég held að ef að vel tekst til að þá komi þetta til með að leiða til þess, ef okkur tekst vel til að þá mun ofbeldi, heimilisofbeldi fara minnkandi í borginni. Ég er ekki að segja að við munum útrýma því á næsta ári eða á eftir, en við getum með þessum hætti unnið upp traust milli samfélagsins og þolenda ofbeldis sem að gera það að verkum að gerendur eiga erfiðara með að beita ofbeldinu. Þetta held ég að komi líka til með ef við vinnum þetta almennilega að bæta verklag hjá barnavernd og félagsþjónustunni þannig að þau verði virkari þátttakendur og grípi frekar til aðgerða þegar ofbeldi inn á heimilum er að ræða, og ég held líka að þetta komi til með að gagnast minnihlutahópum bara jafnvel þó að þessi viðaukatillaga hefði ekki komið fram. En ég er bara ánægð með viðtökurnar sem tillagan hefur hlotið og ég hlakka til að fylgja henni eftir inn í borgarráði og þeirri verkáætlun sem við þurfum að setja á laggirnar. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu, þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og við berum tillöguna upp, sem sagt tillögu borgarfulltrúa Vinstri grænna átak gegn heimilisofbeldi. Forseti vill biðja borgarfulltrúa að ganga inn í borgarstjórnarsal, 1, 2 og bingo. Þá tillagan borin upp, þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir gefi merki. Hún telst því samþykkt, þá er borin upp viðaukartillöga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir því gefi merki. Hún telst einnig samþykkt. Þá hafa fulltrúar Bestaflokksins og Samfylkingarinnar og allra borgarstjórnarbúa bókun undir þessum dagskrárlið. Má bjóða þér að koma hingað upp, borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir, og lesa hana. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég les á bókun sem ég held að það sé bara góð samstaða Hún er svo hljóðandi: Borgarstjórn Reykjavíkur er á móti ofbeldi. Heimilisofbeldi er samfélagslegt mein sem okkur ber að sporna gegn með öllum tiltækum ráðum. Það er því með ánægju að við samþykkjum að fara í sérstakt átak gegn heimilisofbeldi í samvinnu við lögregluna, önnur sveitarfélög og samtök sem hafa reynslu og þekkingu á ofbeldi og heimilum fólks. Sérstaklega verður sjónum beint að fötluðum konum og konum af erlendum uppruna. Reykjavíkurborg er reiðubúin til þess að kanna og innleiða allar þær aðferðir sem stuðla geta að friðsælli borg og auknu öryggi borgarbúa. Samþykktin er vísað til borgarráðs sem vísar tillögunum til viðeigandi stofnana sem munu gera verk og kostnaðaráætlun. Þá
hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þessum dagskrárlið telst lokið. Við